Góðan dag, kæru áhorfendur og sveitarstjórn. Ég býð ykkur velkomin til fund sveitarstjórnar Borgarbyggðar á fund númer 275 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn, svo sem hér stendur Guðlind Eyglóadóttir, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir fjarverandi en í hennar stað situr fundin Brynja Þorsteinsdóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir fjarverandi og í hennar stað situr Kristján Rafn Sigurðsson. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson sveitarstjóri og Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sem jafnframt ritar fundargerð. Forseti óskar eftir að taka eftir eftirfarandi breytingum frá auglýstri dagskrá. Það er að 2 mál verið tekin á dagskrá, það er dagskrárlið númer 3, mál númer 2409-322 ÖMSB samstarfssamningur og dagskrárliður númer 16, mál númer 2602-046 stjórnsýslukæra Sóla til framtíðar númer 2 en vegna mistaka þá fór sá liður 2 sinnum inn á dagskrá. Við fundadagskrá bættust 4 mál og 1 fundagerð. Það er mál 20-22 í uppfærið dagskrá en þeim er vísað hingað inn frá sveitarstjórnarfundi unga fólksins sem var hér fyrr í vikunni og það er forvarnir í Borgarbyggð með málsnúmeru 2603-088, skólastarfi í Borgarbyggð með málsnúmeru 2603-0920 og ungmennastefna fyrir Borgarbyggð með málsnúmeru 2603-092 og eins bætist við mál númer 2603-040 reglur fjárhagsaðstoð 2026 undir dagskrárlið 23 og þá bætist við undir lið 28 fundagerð velferðarnefndar frá fundi númer 169 sem var jafnframt í þessari viku og ég bið þá fulltrúa sem samþykja þessa breytinga frá auglýstri dagskrá að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er okkur ekkert að vanbúna en að hefja hér dagskrá og venju samkvæmt er skýrsla sveitarstjóra hér fyrsti dagskrárliður og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að gjöra svo vel. Já, forseti sveitarstjórnar, sveitarstjórnarfulltrúar, íbúar Borgarbyggðar og aðrir góðir áhorfendur. Til þess að byrja með það langar mig að ég var nú að lesa enn frekar greinina hennar Ingu Dóru Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Brákarhlíðar, frábær samantekt frá henni þessa furðulegu stöðu sem uppi er varðandi framboð eða liggur við að maður segja framboðsleysi á hjúkrunarrýmum. Ég vil bara hvetja fólk til þess að lesa grein hennar og viðtal sem hafa komið fram í fjölmiðlum og umfjöllanir í fjölmiðlum og þakka fjölmiðlum fyrir að vekja athygli á þessu máli. Eins og við þekkjum öll hér í þessu sveitarfélagi og víðar, þá er Brákarhlíð þekkt fyrir góða þjónustu og góða aðlögunarhæfni. Nú standa bara þannig að Brákarhlíð hefur aðlagað sig að mikilli þörf fyrir hjúkrunarrými, hefur verið að aðlaga sig að mikilli þörf fyrir hjúkrunarrými í landinu og öll þekkjum við umræðu þörfina fyrir hjúkrunarrými. En þrátt fyrir biðlista þá verður stjórnsýsla allra þeirra ráðuneyta sem hafa með málið að gera, ekki geta afgreitt málið að sinni hálfu. Þannig að ég vona innilega að umfjöllun málið ýti við ráðuneytum að ljúka þessu máli þannig að Brákarhlíð geti sinnt eða geti tekið þátt í því að mæta þessari þörf fyrir hjúkrunarrými í landinu. Þannig að ég vil nota þetta tækifæri til þess að árétta það. En nú mikilvægur hluti starf sveitarfélaga er auðvitað að tryggja góða þjónustu við íbúa. Mér langar líka að nota þetta tækifæri til að þakka íbúum fyrir góða þátttöku í þjónustukönnun Borgarbyggðar. Hún hefur verið á vef Borgarbyggðar og markmið með þeirri könnun hefur verið að fá skýra mynd af því hvernig svona íbúar upplifa þjónustu sveitarfélagsins og tækifæri þá til þess að koma ábendingum á framförum það sem að betur má fara. Þannig að þakka fyrir góða þátttöku í könnuninni. Nú, svo sem ánægjulegt að sjá það svo sem að þeim könnunum sem hafa verið gerðar að mér finnst íbúar vera, svo almennt sé vera að sýna meira og meira jákvæðni gagnvart því að búa í sveitarfélaginu Borgarbyggð og það er afskaplega ánægjulegt og vonandi höldum við bara því áfram. Nú, ég var að renna yfir upplýsingar frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fjölda íbúða og fjölda íbúða í byggingu reyndar aðalega sem vakti athygli mína og það er gaman að sjá það að í Borgarbyggð eru nú samtals 65 íbúðir
skilgreindari byggingu og ég held við flest getur svona nokkurn veginn átt okkur á hvað allavega megna þeim íbúðum eru og flestar þeir eru langt komnar og sumar komnar á markað. Til samanburðar eru 165 íbúðir í byggingu á öllu Vesturlandi. Nú, þannig að svona dæmi íbúðu uppbyggingu sem að eiga sér stað í sveitarfélaginu. Og einhver leyti Borgarbyggð að draga vagnin í landshlutanum, hvað varðar nýtt framboð á íbúðarhúsnæði. Og við hlökkum til að sjá nýja íbúða í þessum nýju íbúðum og ekki síður mikilvægt að nýjar íbúðir skapa hreyfingu á fasteignamarkaðnum í sveitarfélaginu og gefur fólki færi á að flytja á stærra húsnæði í minna. Húsnæði losnar fyrir stórar fjölskyldur og smærri íbúðir gefa ungu fólki, pörum eða litlum fjölskyldum færi á eða einstaklingum færi á að taka sín fyrstu skref á húsnæðismarkaði. Það var langfrá stund og ég var mjög stoltur af þeirri stund að þegar við settum í loftið nýjan lóða og markaðsveg fyrir Borgarbyggð nú mánaðamótin. Að mínum mati er hann mjög aðgengilegur, býður fólk velkomið í Borgarbyggð með hlýlegum og uppbyggilegum og skemmtilegum hætti og vekur svona jákvæða athygli á því mikla framboði þjónustu og einfaldlega svona lífsgæða sem að hægt að finna hér í þessu sveitarfélagi. Og vefurinn á slóðinni byggjum.borgarbyggð.is. Við erum ekki að tjalda til einna nætur með þann vef, heldur sjá hann fyrir okkur sem lóða vef, markaðsvef fyrir úthlutun lóða í sveitarfélaginu á komandi árum. Nú annars svona, ef ég má bara aðeins halda áfram að fjalla svona húsnæðismálum, því húsnæðisáætlun Borgarbyggðar, hún var samþykkt í sveitarstjórn, reyndar núna síðast og í síðasta mánuði og þar má sjá fyrir sér hvernig sveitarfélagið sér fyrir sér þróun uppbyggingar á komandi árum. Nú áætlunin bara metnaðarfull og miðað við það að svona í einhverju svona miðspá eins og það kallað, þá miðað við íbúum gæti hér fjölgað jafnvel 16–17% á næstu 6 árum. Nú, ég rakti hér áðan svona hvað það framboð húsnæði sem virðist vera í pípunum núna og til viðbótar þá verður ráðist í uppbyggingu þar á eftir í Bjarðslandi og þar á eftir tekur við uppbygging í Brákarey. Jafnframt verður í minni skrefum uppbygging á húsnæði á Hvanneyri, Varmalandi, Húsafelli og miklu víðar í sveitarfélaginu. Uppbygging atvinnulífs verður síðan með Vallarás og á Hvanneyri og auðvitað í Brákarey og auðvitað allt sveitarfélagi því að skipta. Ég held við séum ábyggjarlega í stakk búin hvað innviði varðar og til að mæta þeirri þróun sem við höfum til að mæta þessu þróun og ég held við höfum verið að skapa og höfum skapað aðstæður fyrir hana. Við þurfum að halda áfram að vinna þétt með innviðafélögum og borð við veitur til að halda áfram að láta þessar þróun verða að veruleika. Við lifum þessar ekki neitt í einangrun frá því ástandi sem ríkir í svona efnahagsmálum og í heimsmálum. Það er grafalvarlegt að verðbólga sé á uppleið og svo gæti fara að Seðlabankinn hækkaði vexti í næstu viku. Það alveg fráleitt og hverjum hefði dottið það í hug fyrir einhverju síðan. Og því fjármagnskostnaður auðvitað lágmandi, hann getur lagt lágmandi hönd á atvinnulíf og uppbyggingu og dregur úr sköpunarmætti og hið ömurlega stríðsástand fyrir botni Persaflóa síðan eitthvað sem ég var að vona við mannkyns værum vaksin upp úr og það auðvitað bara eitthvað gráa og svart en þetta eins og bara skiptir máli fyrir okkur og við erum þetta ekki neinu eilandi og en við erum held ég bara ágætlega í stakkbúin. Nú eitt af verkefnum sem í vinnslu hjá okkur undirbúningur og það útboð á rekstri og hýsingu á upplýsingatækni umhverfi, upplýsingatæknikerfum og upplýsingatækni þjónustu sveitarfélagsins. Nú, svona, við erum þar að reyna að tryggja og erum að tryggja að svona tæknilegir innviðir Borgarbyggðar séu í góðum höndum og traustir eins og þeir hafa verið en það eru tækifæri til umbóta þar eins og víðar og mikilvægt að svona öryggismál séu í lagi og einhver leyti erum við líka einfalda og skýra svona þetta upplýsingatækni umhverfi sem við erum að vinna við og þetta öryggismálin sem okkur ofarlega í huga og við höfum orðið fyrir netárásum og höfum komist klakklaust í gegnum þær en þetta krefst bara stöðurar varkárni og vera árvökul í þessum málum. Svo hefur bara á síðustu árum orðið mikil þróun í stafrænum lausnum hjá sveitarfélögum og íbúar gera sífellt meiri kröfur að geta nálgast þjónustu með stafrænum og skilvirkum hætti og við höldum bara áfram að þróa okkar innviði með þeim hætti og sérstaklega er þetta nú bara mikilvægt fyrir okkur í svona stóru og viðfeðmu og dreifbýlu sveitarfélagi. Nú innviðir eru kannski þess eðlis þeir eru ekki alltaf áberandi, nú erum við að tala um upplýsingatækni innviði. Við finnum svo fyrir þeir eru ekki í lagi og
og talandi innviði, ég var svolítið hugsað til þess að nú vona ég að sundlaugargestir í Borgarnesi njóti þess að endurnýjun klefa að ljúka og mér finnst vel að hafa tekist til. En nú eins og verið að undirbúa ákveðið innvið sem skiptir miklu máli og hefur dregist að gera en það er stýribúnaður sundlaugarinnar og þar verið þá greiðin á þessa innviðaskuld sem þar og dálítið dýr framkvæmd en gríðarlega mikilvæg. Svo þetta framundan að endurnýja rennibrautina og búið að samþykkja tilboðið það verk. Reyndar fékk áhugaverð umræða í byggðarráðan daginn þegar byggðarráð fékk það verkin á bortið sín að velja lit og munstur á rennibrautina, sköpuðust líflegar umræður og ég var ekki frá því að einhver leyti var að hafa umræðu liti, svona kannski meiri gamni en alvöru fara að skipta svolítið eftir flokkslitum en svo var bara mjög skemmtileg ákvörðun tekin og það yrðu bara sérfræðingar sveitarfélagsins, einhverjir litglöggir sérfræðingar sveitarfélagsins sem myndu bara ákveða málið og mér sýnist þetta komið bara í góðan farveg og tölvuteikning af rennibrautinni mun birtast á heimasíðunni von bráðar. Nú, svona að lokum, í fyrradag fór fram hinn árlegi sveitarstjórnarfundur unga fólksins. Hingað komu 5 fulltrúar frá ungmennaráði og funduðu með ungmennaráði Borgarbyggðar og funduðu með sveitarstjórn, sem settur upp sveitarstjórnarfundur með ungmennaráði og hér á eftir verða lagðar fram til afgreiðslu í sveitarstjórn Borgarbyggðar 3 tillögur sem að samþykktar voru á fundinum. Það verður þetta rædda betur hér á eftir og ég vona að það verður góð umræða þau mál sem að ungmenni lögðu á borð fyrir sveitarstjórn á þeim fundi og umræðurnar spönnuðu gríðarlega margt það sem að brennur ungu fólki, skólamál og mannvirki og síðan mikil umræða bara líðan ungmenna, forvarnir, einelti og geðheilsu. Og þetta var bara gríðarlega góð umræða. Ég þetta gríðarlega stoltur og afskaplega stoltur af ungmennum í Borgarbyggð og ég sé bara svo mikilvægt að upplefa það hvað ungmenn eru tilbúin í samtalið og það vaknaði svolítið, ég hugsaði mikið með mér hvað ungmenn í Borgarbyggð eru tilbúin að taka ábyrgð. Og ég held að við höfum bara að mæta þeim og láta þau, að mæta þeim og taka þeirra áskorun til okkar að þau fái að axla meiri ábyrgð og séu enn stærri þáttakandi nú í að móta sína framtíð, því þau eru svo sannlega tilbúin í það og gríðarlega frambærilegur hópur ungmenna sem við búum hér yfir. En ég ætla að láta staðar numið á svo stöddu. Takk fyrir og hlakka til að vera þáttakandi í góðum sveitarstjórnarfundi hér á eftir. Takk. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Stefán Broddi. Þá erum við komin að dagskrárliði númer 2 sem ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar 2026 með málsnúmeri 2601/124 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 736 og þar var framlagður viðauki 2 við fjárhags- og framkvæmdaáætlun Borgarbyggðar 2026 og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Viðauki 2 2026 snýr eingöngu að framkvæmdaáætlun Borgarbyggðar. Er að ræða lækkun á framkvæmdaliðnum fjölnota íþróttahús, knatthús samtals 20 milljónir króna og að hann verði 690 milljónir króna og ítalegri sundurliðun innan hans. Þá er stofnaður framkvæmdaliðurinn aðkomuvegur fjölnota íþróttahús og áætlaðar 20 milljónir króna undir þann lið. Þá er lögð til samskonar ítalegri sundurliðun innan framkvæmdaliðarins grunnskóli Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjadeild, framkvæmdir á skólahúsnæði. Heildarfjárhæð þessa framkvæmdaliðar er óbreytt í 100 milljónum króna. Markmið við nánari sundurliðun innan framkvæmdaliða er að styrkja áætlanagerð og eftirfylgni en viðaukinn hefur hvorki áhrif á rekstrarniðurstöðu né sjóðstreymi Borgarbyggðar 2026. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 3 ber heitið útboðið á hýsingu, kerfisrekstri og notendaþjónustu tæknilegra innviða með málsnúmerið 2510-364. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 735 og þar er framlagt drög að gögnum vegna útboðs á hýsingu og rekstri upplýsingatækni umhverfis Borgarbyggðar auk notendaþjónustu og til fundarins kom Þórunn Unnur Birgisdóttir verkefnisstjóri á fjármála- og stjórnsýslusviði. Þar voru framlögð drög að útboðsgögnum og fól byggðarráð sveitarstjóra að fullvinna framlögð drög og láta fara fram útboð á grundvelli þeirra. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið.
Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlögð útboðsgögn og að fara skuli fram útboð á grundvelli þeirra. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 4 sem ber heiti stjórnsýslukæra Sólar til framtíðar númer 2 með málsnúmeru 2602 046 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 735 og þar segir í bókun byggðarráðs framlögð stjórnsýslukæra Sólar til framtíðar sem send hefur verið innviðaráðuneytinu þar sem kærð er ákvörðun sveitarstjórnar Borgarbyggðar frá 15. janúar 2026 að hafna beiðni kærendum að framfæra í söfnun undirskrifta vegna samþykktar sveitarfélagsins á aðalskipulagi Borgarbyggðar. Framlögð stjórnsýslukæra og bréf innviðaráðuneytisins til sveitarfélagsins dagsett 5. febrúar þar sem tilkynnt er kæruna. Sveitarstjóra falið að taka saman greinargerð í samræmi við beiðni ráðuneytisins. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Kristján? Það er eingöngu framlagningu að ræða þarna, það er ekki samþykkt. Já, þetta er sem sagt bara framlagt tilkynningarnar og umsagnir Borgarbyggðar. Allt í góðu með það? Já. Það er þá enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun stjórnsýslukæra frá samtökunum Sól til framtíðar og umsögn Borgarbyggðar lagð fram. Þetta er ekki til samþykktar eða slíkt, þannig að þetta er framlagt. Þá erum við komin að 5. dagskrárlið sem ber heiti starfsemi slökkviliðs Borgarbyggðar með málsnúmeru 2602 en það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 735 en það var farið yfir starfsemi slökkviliðs Borgarbyggðar og kynnt yfirleitt vegna verkefni slökkviliðsins og umsögn slökkviliðsstjóra í tengslu við úttektarskýrslu HMS sem var lögð fram og farið yfir horfur 2026. Til fundarins hjá byggðarráði kom Heiðar Örn Jónsson slökkviliðsstjóri og sat undir þessum dagskrárlið. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá eru niðurstöður úttektar HMS hér með á slökkvilið Borgarbyggðar lagðar fram. Þá eru það 6. liður sem er umsókn deiliskipulag Sveinukot með málsnúmeru 2512 076 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 84 og þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórnar samþykkja til auglýsingar tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Sveinukot. Lagður er fram uppdráttur dagsettur 25. febrúar 2026. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlega tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður er fram uppdráttur dagsettur 25. febrúar 2026. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 7 sem ber heiti Hraunsás umsókn deiliskipulag 204514 með málsnúmerið 2411 033. Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 84 og þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 8. lið á dagskrá sem ber heiti Bjargsland 2, breyting á deiliskipulagi með málsnúmeru 2603 048 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar.
Þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir eigendur fasteigna við Fjóluklett í Borgarnesi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir eigendur fasteigna við Fjóluklett og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin á dagskrárlið nr. 9 sem ber heiti Lántaka við Lánasjóð sveitarfélaga 2026 með málsnúmeri 2601-241 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 735 þar sem farið var yfir áform lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga 2026 og þar voru lagðir fram 2 lánasamningar vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga, annars vegar samtals útgreiðslufjárhæð 650.000 milljónir og hins vegar samtals að útgreiðslufjárhæð 250.000 milljónir. Rétt? 650 milljónir. 650 milljónir. Já, rétt. Byggðarráð samþykkir að vísa til staðfestingar hjá sveitarstjórn að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að útgreiðslufjárhæð að allt að krónum 250 milljónum og höfuðstóðsfjárhæð að allt að krónum 291.578.679 með lokagjalddaga þann 15. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem byggðarráð hefur kynnt sér. Forseti gefur orðið laust. Kristján Rafnæði biður orðið. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og góðir gestir. Peningarnir eru orðnir svolítið dýrir í dag og við höfum öll orðið þess áskynja að vextir hafa verið að hækka. En mér er það alveg óskiljanlegt og vil fá svör við því hvaða aðgerðir hafa verið skoðaðar til þess að fjármagna þessar gríðarlega stóru framkvæmdir sem sveitarfélagið stendur í núna. Hvaða kostir voru fyrir sveitarfélagið til þess að fjármagna þessar framkvæmdir? Vegna þess að mér sýnist á þessum lánasamningum, þeir eru svolítið mismunandi, þessi 2 lánasamningar. Annar er sá stærri, hann er ekki með uppgreiðslugjald. Það finnst mér skjóta svolítið skökku við, en sá seinni hann er með uppgreiðslugjaldi. Þetta eru svolítið ólíkir samningar en ef sveitarstjóri færi aðeins yfir hvað hefði verið gert til þess að skoða þá fjármögnunarkosti eða lánakosti sem að sveitarfélaginu stóðu. Mér finnst það svolítið skrítið að ef við erum með að veði tekjur sveitarfélagsins að það sé ekki nógu traustu grundvöllur líkt og fasteigna við einstaklinga. En einstaklingar í lífeyrissjóðum annars vegar birtu og hins vegar það var ekki gildi, það var festa. Þeim gefst betri hagkvæmari vaxtabarátta heldur en sveitarfélagunum. Og það finnst mér mjög skrítið, alveg niður í 3,44%. En þarna sýnist mér vera að ræða 3,9% auk verðtryggingar og strangari skilmálar heldur en gagnvart einstaklingum. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristján. Það er kannski spurning að fá sveitarstjóra til þess að fara yfir það ferli sem fjármála og sveitarstjóri hefur átt sér stað í aðdraganda þessu og hefur verið kynnt í byggðarráði. Þannig að ég kannski bið sveitarstjóra að fara yfir það ferli. Takk. Já, forseti, takk fyrir þessa spurningu, Kristján, og hún er bara hún á bara mjög vel við. Ég held að sé öllum ljóst að sveitarfélagi við erum í verulega miklum framkvæmdum og það þarf að verulega mikið til lántöku að halda til þess að mæta þessu miklu framkvæmdum og það hefur svo verið góður samhljómur, finnst mér, í sveitarstjórn um svona framkvæmdir þó einhverjar það hefur verið
umræðu forgangsröðun framkvæmda en að við séum á þeim stað að við viljum byggja upp og við þurfum að fjárfesta í innviðum og skólahúsnæði fyrst og fremst og íþróttamannvirkjum. Og þegar raun og veru við fáum það verkefni, starfsfólk sveitarfélagsins, meðan ég og fjármálastjóri og fleiri, að leita hagstæðustu leiða til þess að fjármagna, þá áttum við í árun 2024 og 2025 og eigum alltaf þetta samtal. Við ræddum beint við lífeyrissjóði, við ræddum beint við banka, við leituðum hagstæðustu leið að okkar mati og hagstæðasta leiðin alla jafna að fá lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Og þannig að í raun og veru fjármögnun lífeyrissjóðakerfisins inn á framkvæmdum sveitarfélaga á sér að langstærstu leyti stað í gegnum Lánasjóð sveitarfélaga. Lánasjóð sveitarfélaga gefur út skuldabréf sem að lífeyrissjóðakerfið kaupir og síðan áfram lána Lánasjóð sveitarfélaga til sveitarfélaga. Og þetta á við flest sveitarfélög landsins. Nokkur sveitarfélög hafa farið þá leið og við könnum þá líka að fara í eigin útgáfu. Könnum hvaða kjör væru á því. Þannig að Borgarbyggð ætla að gefa út skuldabréf. Og í engum þessara tilvika má segja að okkur var staðið til boða kjör né neinum sveitarfélögum. Myndi standa til boða kjör sem að myndu vera betri en þau sem að Lánasjóð sveitarfélaga býður upp á. Að því sögðu þá höfum við verið áfram að ræða við aðila og við höfum verið að kanna til dæmis bara hvaða svigrúm og hvort það væri skynsamlegt fyrir okkur að til dæmis að leggja eignir af veði og ég get nefnt sem dæmi bara íbúðarhúsnæði sem eigu sveitarfélagsins og fá þannig hagstæðari kjör. Þannig við erum dálítið að skoða þetta og ég held að sé líka bara að það skiptir máli líka að hafa það í huga að það ekki alltaf þannig að þó að menn sjáu ákveðin kjör auglýst til dæmis og sjá ákveðin kjör birtast á til dæmis á skuldabréfamarkaði, þau standa við, það ekki alveg þannig að sveitarfélag geti valið þau kjör eða pikkað þau af trjánum nákvæmlega þegar við þurfum á því að halda. Þannig að ég vona að þetta svari spurninguna einhverju leyti en já, þú nefndi varðandi uppgreiðsluna, við erum þarna. Þetta bæði þarna ræða verðtryggt lán annars vegar sem langt verðtryggt lán, eins langt og í boði hjá Lánasjóði sveitarfélaga og hins vegar lán sem óverðtryggt. Og óverðtryggt lánið til þess að endurfjármagna í raun og veru óhagstæðari lán sem höfðu verið með, sem voru nýttum á framkvæmda leiðinni. Þau koma til aðborgunar 5, 6 og 7 árum og þá vona ég að við okkur og Lánasjóð sveitarfélaga, hann lánar fyrir og hefur alltaf gert það allavega og því sé ekki engar horfur á það verið breytingu á því og svo rækta við Lánasjóð sveitarfélaga að á þeim tíma þá geti Lánasjóðurinn endurfjármagna afborganir. Þannig að á þeim tíma, ég vænti þess, ég vona það að þá, við vonum það öll að við vaxtastig var enn hagstæðari stað að þá munum við að endurfjármagna þann hluta lánanna. En ég vonandi að skýri málið eitthvað og en þá fæ ég bara frekari spurningar. Gerum best til að svara. Takk. Takk kærlega fyrir þetta. Kristján Árni aftur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristján. Já, forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar, góðir gestir. Ég vildi benda á og minna á að Lánasjóður sveitarfélaga sjóður sem að lána til sveitarfélaga, en frá árinu fyrir árið 2021 þá skilaði sá sjóður rétt 539 milljóna króna hagnaði. Og hvað haldið að hann hafi skilað miklum hagnaði árið 2024? Jú, 2057 milljónum. Það spurning að því að það eru sveitarfélögin sem standa að þessum sjóði, það þarf að skýra betur hvers vegna og hver arðgreiðslustefna sjóðsins og ég tel það að vera hlutverk okkar eða skyldu okkar líka að koma inn með hvort að við getum leita betri kjara inn í gegnum þennan sjóð
með vísan til þess að hagnaður hafi kannski verið að fjórfaldast frá árinu 2021 og mætti eiginlega segja að sá sjóður, hann er kannski ekki gerður til þess að reka á núllinu en þetta er að mínu mati sko óeðlileg arðsemiskrafa sem hefur sér stað hérna á núna síðastliðnum árum. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristján. Ég held að sé rétt að lánastofnanir hér á landi eru ekki að flæðiskeri stæddar fjárhagslega, en orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun og ég ætla nú að koma þessum tölum rétt fram með núna. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að útgreiðslu fjárhæð allt að krónur 250 milljónir króna og höfuðstólsfjárhæð allt að krónum 291.578.679 krónum með lokagjaldi á þann 5. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Einnig samþykkir Sveitarstjórn Borgarbyggðar að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól að allt að krónum 650 milljónir króna með lokagjaldi á þann 4. desember 2033 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Til tryggingar á lánum, þar með talið höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, vöxtum, dráttarvöxtum og öðrum kostnaði, samþykkir sveitarstjórnin að tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög á jöfnunarsjóði sveitarfélaga verði veðsettar. Lánin eru tekin til að fjármagna byggingu fjölnota íþróttahúss Knatthúss í Borgarnesi. Að ræða verkefni sem hefur almennt efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga nr. 150/2006 stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt Stefáni Brodda Guðjónsssyni, sveitarstjóra, kennitala 2307714649, veitt fullt og ótakmarkað umboð að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Borgarbyggðar sem og til að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni, þar á meðal beiðni útborgun láns. Lánasjóður hefur ennfremur samþykkt beiðni Borgarbyggðar stækkun á lánaramma að fjárhæð 1950 milljónir króna vegna ársins 2026. Sveitarstjórn samþykkir að hefja lántöku í samræmi við þann ramma til að fjármagna yfirstandandi framkvæmdaverkefni og verkefni ársins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 10 sem ber heitið skipan í raflínunefnd vegna Holtavörðuheiðarlínu 1 með málsnúmeri 2602/149 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 735. Þar var lagt fram erindi félags- og húsnæðismálaráðuneytisins dagsett 12. febrúar 2026 þar sem óskað er eftir tilnefningu fulltrúa Borgarbyggðar í raflínunefnd vegna Holtavörðuheiðarlínu 1. samanber ákvörðun félags- og húsnæðismálaráðherra. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vildi bara svona í ljósi þess að forseti las ekki upp allan inngang þessa máls, þá vildi ég bara vekja athygli á þessari einkennilegu stöðu að sveitarfélagið er búið að tilnefna einn aðila en svo kemur svar tilbaka frá ráðuneytinu þar sem óskaði eftir því að sveitarfélagið tilnefni 2 aðila, einn á hvoru kyni. Ég vil ítreka það að ég ber fullt traust til Ragnhildar Evu Jónsdóttur sem við leggjum til að verði skipuð í þessa nefnd ásamt mér, en mér finnst lög um kynjajafnrétti ekki eiga við í svona málum. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessu lið. Það liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Borgarbyggðar tilnefni Davíð Sigurðsson og Ragnhildi Evu Jónsdóttir sem fulltrúa Borgarbyggðar í raflínunefnd vegna Holtavörðuheiðarlínu 1 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin á dagskrárlið númer 11 sem ber heiti Brattagata og gatnaframkvæmdir með málsnúmeri 2510-327. Það er afgreiðsla frá fundi númer 736. Þar segir í bókun: í sumar stendur til að ráðast í endurbyggingu á Bröttugötu í Borgarnesi. Í kjölfar fundar byggðarráðs númer 730 hefur verið skoðað að koma fyrir snjóbræðslu í Bröttugötu samhliða endurbyggingu. Kostnaðaráætlun snjóbræðslukerfis í Bröttugötu kynnt og minnisblað starfsmanna lagt fram. Áætlunin leiðir í ljós að gera má ráð fyrir að kostnaður við snjóbræðsluna yrði 25 til 30 milljónir króna og að rekstrarkostnaður á ári yrði 850.000 til 2 milljónir. Áætlaðar framkvæmda og rekstrarkostnaður því miður verulega hærri en byggðarráð hafði væntingar og byggðarráð fellur því frá þeirri hugmynd að innifela snjóbræðslukerfi í útboði á endurbyggingu Bröttugötu. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir þá ákvörðun byggðarráðs að falla skuli frá þeirri hugmynd að innifela snjóbræðslukerfi í útboð á endurbyggingu Bröttugötu og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Einhver sem kann að vera á móti? Nei. Þetta var samþykkt samhljóða. Já. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið, beiðni eiganda hæls að jörðin verið tekin af afréttarskjali með málsnúmeri 26.02.154. Forseti ætlar að óska eftir því að þessu máli verði frestað þangað til á næsta fundi þar sem frekari gögn eiga víst eftir að berast. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða að fresta máli númer 12. Beiðni eiganda hæls að jörðin verið tekin af afréttarskjali þangað til á næsta fundi. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 13 sem ber heiti Brákarey skipulagsmál með málsnúmeri 2412-005. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 736. Þar er framlögð tillaga að samkomulagi frestun gatnagerðargjalda við lóðarhafa í Brákarey sem tryggt hafa sér lóð við Vallarás. Markmiðið er að auðvelda flutning á atvinnustarfsemi úr Brákarey til annars svæðis innan sveitarfélagsins í kjölfar endurskipulagssvæðis í samræmi við stefnu sveitarfélagsins að styðja við slíka tilfærslu. Tillagan felur í sér að nokkuð staðlað sambærilegt samkomulag bjóðist þeim lóðarhöfum sem ræðir. Byggðarráð samþykki framlega tillögu að samkomulagi og felur sveitarstjóra að bjóða lóðarhöfum í Brákarey. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlega tillögu að samkomulagi frestun gatnagerðargjalda og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 14 sem ber heiti Rammasamningar borgarbyggðar með málsnúmeri 24.01.006 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 736. Það var lagður fram listi við þá rammasamninga sem borgarbyggð aðili að og farið við þá 2 rammasamninga sem eru að framlengjast og rædd staða opinna rammasamninga. Það var samþykkt að halda áfram þátttöku í rammasamningum samgöngu og túlka og þýðingaþjónustu sem eru sem sagt opnir eru við það, á því stigi. Þannig að forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að halda áfram þátttöku í rammasamningum samgöngur og túlka og þýðingaþjónustu og ég bið það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 15 sem ber heiti leigusamningur land fyrir golfvöll að Hamri með málsnúmeri 25.11.138 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 736. Lagði fram ósk leigutaka, það er að segja Golfklúbb Borgarness stofnun nýrra lóðar úr landi Hamars í Borgarbyggð og er að ræða lóð innan golfvallarins sem stofnuð er fyrir handhafa afnota af vellinum til uppbyggingar og sértækum mannvirkjum sem styðja við starfsemi innan svæðisins. Mannvirki eru á lóðinni sem eru í eigu Golfklúbb Borgarness. Ekkert deiliskipulag er á svæðinu. Lóðin er 78,6 hektarar og stærð og skilgreint sem íþróttasvæði endurskoðað aðalskipulagi Borgarbyggðar fyrir árin 2026 til 2037. Samningur er í gildi lóðina samanber samning leigusamningum land fyrir golfvöll að Hamri í Borgarnesi sem var undirritaður þann 15. júní 2003.
Byggðar að samþykki fyrir sitt leyti að lóðin verði stofnuð með merkjalýsingu og hana verði gerð lóðarlegu samningur sem segir til réttindi og heimildir lóðarhafa Golfklúbbs Borgarnes og einungis verið að afmarka lóð innan núverandi samnings. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að stofnuð verði lóð úr landi Hamars, landnúmer 135401 í Borgarbyggð með merkjalýsingu og hana verði í kjölfarið gerður lóðarlegusamningur að ræða afmörkun lóðar innan núverandi samnings. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárliði nr. 16 sem ber heiti samræmd móttaka flóttafólks með málsnúmeri 2303/023 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 736. Í framhaldi af svari Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga dagsettur 10. febrúar 2026 við erindi Borgarbyggðar dagsett 23.12.2025 sérstakt framlag vegna fjölda flóttamanna Bifröst eru lögð fram uppfærð umsókn til sjóðsins og þetta var framlagt og sveitarstjóra farið að fullvinna og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir umsókn í Jöfnunarsjóð vegna fjölda flóttamanna í sveitarfélaginu. Bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 17. dagskrárliður ber heitið aðalfundur SSV 2026 með málsnúmeri 2603/003 og það framlagt boð á aðalfund samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi sem fer fram 25. mars næstkomandi. Fulltrúar Borgarbyggðar á fundinum eru Bjarney L. Bjarnadóttir, Sigrún Ólafsdóttir, Eðvar Ó. Traustason, Eva Margrét Jónadóttir og Brynja Þorsteinsdóttir. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að fulltrúar Borgarbyggðar verði Bjarney L. Bjarnadóttir, Sigrún Ólafsdóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Eva Margrét Jónadóttir og Brynja Þorsteinsdóttir. Ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki og það samþykkt samhljóða. 18. dagskrárliður boð á aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga sem fer fram 20. mars 2026. Byggðarráð felur Sigurði Kristjánssyni fjármálastjóra að mæta á fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Kristján Rafn, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúi og sveitarstjóri og aðrir góðir gestir. Ég vil enn fremur ítreka að það kemur fram í meginmarkmiði Lánasjóðs sveitarfélaga að honum beri að veita sveitarfélögum hagkvæm lán. Og þarna höfum við eitthvað tækifæri á aðalfundi til þess að láta í okkur heyra og vil endilega að Sigurði verði þá falið að koma því á framfæri. Takk fyrir. Takk fyrir það. Kristján Rafn, ertu með bókun undir þessu einhverja eða tillögu til samþykktar? Nei. Allt í góðu. Allan búið að vekja máls á þessu. En orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að Sigurður Kristjánsson, fjármálastjóri Borgarbyggðar, mæti á aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga 2026 fyrir hönd sveitarfélagsins. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 19. dagskrárlið sem ber heiti gjaldskrá 2026 með málsnúmeri 2510-200 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 736. Það segir í bókun til að bregðast við sérstökum aðstæðum í gatnagerð á einstökum svæðum lagt til að inn í samþykkt Borgarbyggðar gatnagerðargjöld verði bætt við nýrri grein sem verði 6. grein samþykktanna. Þar sé sveitarstjórn heimilt við sérstakar aðstæður að krefjast að hækka gatnagerðargjöld á afmörkuðum stað eða svæði í alltaf 15% per fermetra af byggingakostnaði í vísitöluhúsi eins og hann á hverjum tíma.
Sérstakar aðstæður geta meðal annars verið hár gatnagerðarkostnaður á viðkomandi stað, svæði og að gatnagerðargjöld standi ekki undir gatnagerðarkostnaði á viðkomandi stað eða svæði. Ákveði sveitarstjórn að nýta sér þessa heimild skal hún gera það það sérstaka samþykkt þar sem fram kemur hversu lengi heimild til hækkunar frá 4. grein þessara gjaldskrár gildi, hvert sé tilefni hækkunarinnar og aðrar þær málefnalegu aðstæður sem búa að baki ákvörðuninni. Byggðar að samþykti þessar tillögur á breytingum á gjaldskrá og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að breytingu á gjaldskrá gatnagerðargjalda og felur sveitarstjóra að fullvinna og birta uppfærða gjaldskrá. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 20 og hér erum við komin með dagskrárlið sem kemur eftir sveitarstjórnarfund unga fólksins sem var hér í gær, er það ekki? Nei, 10. fyrradag, þetta er svo gaman hjá okkur, þetta rennur allt saman í eina stóra veislu, þessi fundarmarathon. En á sveitarstjórnarfundi unga fólksins lagði forseti sveitarstjórnar fram tillögu að fela ungmennaráði að útbúa minnisblað með tillögu að áherslum og forgangsröðun verkefna að lúta að forvarnafræðslu fyrir börn og ungmenni í sveitarfélaginu til næstu 4 ára og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn tekur undir og samþykkir að fela ungmennaráði að útbúa minnisblað með tillögu að áherslum og forgangsröðun verkefna er lúta að forvarnafræðslu fyrir börn og ungmenni í sveitarfélaginu til næstu 4 ára. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 21. liður á dagskrá kemur jafnframt á sama fundi og ber heiti skólastafi í Borgarbyggð. 2026, sveitarstjórnarfundur unga fólksins 2026 með málsnúmeri 2603-090 en á þessum sama fundi var lögð fram tillaga að sveitarstjórn feli fræðslunefnd að kanna tækifæri til að efla jafningjafræðslu meðal ungmenna í Borgarbyggð með það að markmiði að styrkja ungmenni, bæta andlega líðan og vinna gegn einelti. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn tekur undir og samþykkir að fela fræðslunefnd að kanna tækifæri til að efla jafningjafræðslu meðal ungmenna í Borgarbyggð með það að markmiði að styrkja ungmenni, bæta andlega líðan og vinna gegn einelti. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 3. dagskrárliðurinn af þessum fundi, sveitarstjórnarfundi unga fólksins, númer 22, ber heiti ungmennastefna fyrir Borgarbyggð. Málsnúmeri 2603-092 og þar var lögð fram og samþykkt samhljóða eftirfarandi tillaga. Ungmennaráð leggur til að mótuð verði ungmennastefna fyrir Borgarbyggð fyrir árið 2026 til 2031. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áherendur. Ég ætlaði nú ekkert að tjá mig, ég ætlaði bara að nota tækifæri og tjá mig hérna undir þessu lið. Ekkert hann, þetta bara vekja athygli á því hvað þetta var frábær fundur hann á þriðjudaginn og þakka ungmennaráðinu kærlega fyrir hann og hvetja þá sem ekki hafa hort á hann að horfa á hann. Sem að horfa og láta það berast sem víðast. Takk. Já, tek undir það, Sigurður. Það verður bara gagnlegt og skemmtilegt fyrir fólk að fá að horfa á þennan fund sem við áttum með þessu flotta fólki. Orðið ennþá laust undir þessum dagskrárliði númer 22. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar tekur undir og samþykkir tillöguna og vísar til fræðslunefndar að útfæra í góðri samvinnu við ungmennaráð Borgarbyggðar. Við bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að síðasta afgreiðslulið hér í dag og það dagskrárliður númer 23 sem ber heiti reglur fjárhagsaðstoð 2026 með málsnúmeri 2603-040. Það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 735 og það voru uppfærð drög að
reglum lagðar fram sem byggðar á samþykti fyrir sitt leyti og vísaði til umræðu í velferðarnefnd jafnframt. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir uppfæra reglur fjárhagsaðstoð. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Einhver sem kannast, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerðum og það fyrst fundagerð frá fundi Byggðarráðs nr. 735. Forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Eva Margrét Jónadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég vil fá að kveða mig hljóðs undir lið 12 í þessari fundagerð sem þá 2412 með málsnúmer 2602-15-6. Samtal við veitur vegna hitaveitu framkvæmda og fleira. Ég sé að þeir hafa komið þarna inn og verið með, komið fulltrúar frá veitum og verið með kynningu fyrir byggðarráð sem að finnst mjög áhugavert og ég sé í bréfinu sem undir liðnum þá óskuðu þeir eftir fund með sveitarstjórn. Stendur það til eða var þetta lendingin að þeir myndu koma bara inn á byggðarráðsfund og kynna þar eða möguleiki kannski að sveitarstjórn fái líka svona kynningu? Það væri bara, hefði áhuga á því, vildi bara segja það. Takk. Takk fyrir það, Eva Margrét. Og orðið ennþá laust undir þessari fundagerð Byggðarráðs. Kristján Rapp, gjörðu svo vel. Já, forseti, fulltrúar, sveitarstjóri og aðrir góði gestir. Á þessum fundi þá fór forstjóri Veitna yfir þær hitaveituframkvæmdir sem eru á döfinni en opinnatímanum fór yfir í að ræða kaldavatnsmálin hérna upp við Grábrók. Og þá alvöru gefni stöðu sem að uppi varðandi þetta mál sem að gruggið hefur verið í vatninu, þarna kalda vatninu, í bara heil 19 ár. Og hversu lengi megum við bíða eftir hreinu vatni þarna á þessu svæði? Vegna þess að nú verið að dæla vatni hérna á Selerinni, hérna yfir í þéttbýliskjarnana hérna, Borgarnes og væntanlega eitthvað úr Lindánum hérna yfir á Hvanneyri. Að þetta bara alveg grafalvarlegt mál og við eigum ekki að gefa nein færi á því annað en að leita þá annarra leiða. Það að vísu kom fram á fundinum að verið var að gera einhverja tilraunaholu hérna við Hvassafell en það þarf að fylgja þessu máli mjög vel eftir. Og samskipti mín af þessu fyrirtæki eru þannig að það þarf að fylgja þessu eftir bara með stálhnefanum. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristján, og orðið ennþá laust undir fundagerð. Stefán Barði, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég bregðast við spurningu Evu Margrétar. Bara forsaga málsins og það var sérstaklega óskað eftir fundi einmitt með sveitarstjórn og með út af og það var fyrst og gjaldskrá sem var til umræðu og þetta var dálítið út til að ræða gjaldskrá hækkun á gjaldskrá sem átti sér stað í kringum áramótin og en ég bara teka til mín og ég skal óska eftir fundi með allir í sveitarstjórn. Þetta var dálítið lendingin svo ég bara segi það alveg eins og Þannig að ef ekki bara það er ekki bara það sem ég tek til mér eftir fundin að við tökum fund með óska eftir því að öll sveitarstjórn hitti fulltrúa Veitna. Takk. Takk fyrir það, Stefán Broddi, og orðið ennþá laust þessa fundagerð Byggðarráðs. Það ekki fleiri sem kveða svo hljóðs og þá telst hún fram lögð. Þá erum við komin að fundagerð Byggðarráðs frá fundi nr. 736 og orðið laust þessa fundagerð.
Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 26 sem fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 84. Ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Á þessum fundi þá erum við nú þegar búin að afgreiða fyrsta liðinn varðandi deiliskipulag fyrir Sveinukot sem var samþykkt hér áðan að setja í auglýsingu. Annar liður á dagskrá var þar var lögð fram vinnslutillaga að nýju deiliskipulagi fyrir Efranes í Borgarbyggð. Það sköpuðust heilmiklar umræður um þessa tillögu og í ljósi umferðaraukningar sem getur orðið og haft verulega áhrif á nágranna. En það var samt sem á samþykkt að setja þetta stað í auglýsingu. Þriðja mál var Hraunsás 3 og við afgreiddum það hér áðan og það deiliskipulag þar með full afgreitt hér úr sveitarstjórn. Fjórði liður, þar var Brekkukot, umsókn deiliskipulag. Þar var lögð fram lýsing að deiliskipulagi fyrir Brekkukot í Borgarbyggð en 20 hektara svæði. En þar gert ráð fyrir að mig minnir 6 lóðum fyrir íbúðarhús. Nú, nefndin ræddi þetta mál dálítið í ljósi þess að í tillögunni var lagt til að fella niður tvo afleggjara að íbúðarhúsum sem eru nú þegar liggja í gegnum þetta svæði og yfir aðra jörð og nefndin vildi bara ítreka það að í gildandi aðalskipulagi eru þessir afleggjarar merktir og vonandi tekst aðilum bara að ná góðu samkomulagi framtíðarlegu afleggjara á svæðinu. Fimmta lið, það var Bjarsland 2. Þar var það afgreiddum við hér áðan og samþykktum að setja í grenndarkynningu óverulega breytingu. Sjötti liður, þar var ósk umsögn breytingu aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar, efnistökusvæði. Sjöundi liður, þar var önnur ósk umsögn breytingu aðalskipulags í Hvalfjarðarsveit. Það var svæði fyrir verslun og þjónustu, þar sem stefnt á uppbyggingu á forbílasafni. Nú fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Davíð Sigurðsson, og orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin á dagskrá númer 27 og það fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 71. Og ég bið formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Þá það komið að því að fara yfir fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 71. Þar var fyrst á dagskrá liðurinn hreinsunarátök og þar vorum við að fjalla hreinsunarátök í þéttbýli vorið 2026 og umhverfis- og landbúnaðarnefnd lagði til að þetta yrði með sama hætti og hefur verið undanfarið. Þannig að það yrðu settir upp gámar fyrir gróðurúrgang og timbur og að þeir yrðu að þessu sinni aðgengilegir 22. til 28. apríl næstkomandi og staðirnir eða svæðin sem að þeir verða á, að það Bifröst, Varmaland, Hvanneyri og Kleppjárnsreykir. Og þetta, já eins og ég segi, gert með sama hætti og hefur verið gert undanfarin ár og þar rifjuðum við upp sem sagt að minna bara ákvæði sem sagt byggingarreglugerðar að lóðarhafar
haldi öllum sínum gróðri snyrtilegum og huggulegum og trufli ekki þann næsta sem að býr við hliðina á þeim og svo framvegis. Þannig að þetta eru dagarnir sem allir verða að taka til á þessum svæðum. Númer 2, þá voru teknar fyrir umsóknir í styrkveiðasjóð fyrir árið 2026 og þar var rætt fram og tilbaka tillögur að vegum til þess að sækja í styrkveiðasjóð til vegagerðarinnar vegna 2026 og nefndin eftir þó nokkra yfirlegu var sammála það að lýsi vonbrigðum með það, bara harma það hversu upphæðirnar sem að hafa fengist úr þessum sjóði lækka með ári hverju. Þetta er orðið bara ekki til skiptana og sáralítið og ef þetta í raun og vera fara að gera eitthvað að viti þá er það bara ekki möguleiki með þessa peninga í þessum sjóði. Og við höfum svona samviskusamlega verið að reyna að dreifa þess á verkefni þannig að veri eitthvað hægt að pota áfram. En þetta er bara sorgarsaga að segja frá því hversu litlu fjármunum er varið í þetta verkefni. Nú 3. mál á dagskrá var snjómokstur í Borgarnesi. Núverandi samningur snjómokstur í Borgarnesi við verktaka rennur út 1. maí. Þannig að við verðum að hafa hraðar hendur til þess að koma því ferli á stað og það var samþykkt að fela umhverfisfulltrúa að vinna útboðsgögnin í samræmi við umræður á fundinum og leggja síðan drög fyrir nefndina sem vonandi verður á næsta fundi. Þá var það 4. liður sem er hönnun á opnum svæðum og leikvöllum í Borgarnesi og lagt fram til kynningar hönnun á leiksvæði við Kveldúlsgötu og Þórðargötu og þetta er mál sem að töluvert hefur verið rætt í nefndinni og skoðað, þannig að þetta var ánægjulegt að það sé verið að stíga fleiri skref í áttina að skemmtilegum leiksvæðum vítt og breitt og sérstaklega það sem að nýbyggingar eru í gangi. Að reyna að nýta þá grænu reiti sem við mögulega höfum í það að gera það skemmtilega fyrir íbúana, sérstaklega þessa yngri í þessu tilfelli. Fleira var ekki gert á þessum fundi, þannig að ég bara þakka fyrir mig og svara spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk fyrir það, Sigrún, og orðið er laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Eva Margrét Jónadóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eva. Forseti, fundamenn og aðrir áheyrendur. Mig langar að kveða með ljóðs undir 27.4 málsnúmer 25.10.198 hönnun og opnum leiksvæðum og leikvöllum í Borgarnesi. Mig langar bara að vita aðeins meira, hvernig nú er þetta svæði lagt fyrir núna, við erum rætt á þessum fundi. Hvað svo? Var nefndin hrifin af hugmyndinni? Er þetta eitthvað sem stendur til að gera? Það voru eitthvað breytingatillögur? Er þetta, stendur þetta til og hvenar og eins með annað sem hefur verið kynnt í nefndinni á önnur svæði? Má fólk búast við þessu einhvern veginn eða er hægt að hafa áhrif á þetta eða er þetta svona eitthvað endanlegt? Takk. Takk fyrir það, Eva. Sigrún, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þetta er bara ljómandi fín spurning, Eva Margrét. Í þessu tilfelli þá erum við að tala nú treystir maður bara á fólk sé þokkalega staðkunnugt, þá erum við að tala svokallaðan ungbarnaleikvöll sem er fyrir neðan Þórðargötuna og innan kirkjugarðinn, segir maður ekki svoleiðis. Og þarna var svæði sem að voru ákveðin tæki á en var svona búið að ákveða í nefndinni áður að reyna að horfa til þess út frá þeim hugmyndum sem höfðu komið fram við hönnun á þessu að þetta væri svona, það væri gaman að hafa eitt sem væri miða svolítið meira að því að hafa þetta fyrir mjög ung börn. Og þá er svolítið gaman að segja það að það er skemmtilegt að tengja það við, skemmtilega gönguleið sem fer þarna í gegn og kemur svona bakdyramegin að leikskólanum Klettaborg. Og þetta gæti verið svona áfangi á leiðinni heim eða hvernig sem það væri litið á. Og myndi þá líka vera svona
að þjóna vel þessu miðsvæði í sambandi við leikvelli. En þetta verður svona fyrst og fremst hugsað fyrir hérna yngri börnin og svæði nýtt í það, því að þetta er nú ekki stórblettur. Síðan og bara gaman að segja frá því að nefndin hefur afskaplega duglega að taka umræður þessi mál og þessi svona svæði, grænu svæði sem eru innan sveitarfélagsins og ekki búið að gera eitthvað sérstakt á. Þá höfum við svolítið verið að einblína á þetta sérstaklega í sambandi við leikvellina og það var svona með fjárhagsáætlun gert því svolítið hátt undir höfði þetta árið. Við erum líka að tala svæði sem fyrir neðan Þórðargötu líka og framan nýju blokkina í Kveldúlsgötu og líka Kveldúlsgötu 24 til 28. Hornið sem að skapast í raun og veru við kirkjugarðinn og Þórðargatan öðrum megin og þar var einmitt hugsað að það væri farið í það að vera með belg og vísi að körfuboltavellir svona þannig að vera hægt að hafa körfur og síðan einhver önnur minni leiktæki svona sniðið svolítið að þessu sem að sem að bara eins og plássið leyfir. Síðan hins vegar að því að við erum að tala þetta og það hefur nú verið rætt líka innan í nefndinni að það að horfa á þessi svæði sem svo hinum megin ef maður kemur út frá blokkunum þarna og tekur endana á milli Kveldúlsgötu 24 og síðan blokkana Kveldúlsgötu 18 til 22, þar hornið, þeim sömu megin og kirkjugarðunum samt sem áður, tengir skemmtilegan göngustíg þar inn á, að þar væri verið að hugsa svona kannski meira opið svæði með aðstöðu, það verður hægt að hafa þarna bekki og horfa á sólarlagið eða svona þannig að það var ekki leiksvæði fyrir börn en svona hugsað bara góður staður þarna við gönguleiðina til þess að staldra við og kannski setjast eða já, svona bara njóta. Þannig að það voru svona þessi 3 svæði þarna sem akkurat komu undir þessa umræðu en fyrst og fremst þetta náttúrulega bara leikvellirnir þarna sem svona lengst komið umræðin í. Og það var í raun og veru gert ráð fyrir því að þetta væri það sem væri framkvæmt núna árun. Ég vona að þetta svari þínni spurningu. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Orðið ennþá laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Og það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá ætla ég að biðja varaforseta að taka við fundarstjórn. Við erum komin á lið númer 28 sem fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar númer 169 og ég vil biðja formann nefndarinnar Guðveigu Eyglóardóttur að koma og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Fyrsti liður á dagskrá var trúnaðarbók þar sem að farið var yfir úthlutun fjárhagsaðstoð í mánuðinum á undan. Annað dagskrárlið var reglur fjárhagsaðstoð og það í rauninni bara það sem við vorum að samþykkja hér fyrr á fundinum. Það eru þessar uppfærðu reglur fyrir Borgarbyggð og velferðarnefnd gerði ekki athugasemd við þessar breytingar sem voru lagðar fram og þær voru samþykktar samhljóða. Undir þriðja dagskrárlið þá kynnti félagsmálastjóri fyrir okkur fundargerð samráðshóps stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi. Þetta eru samtals í rauninni 14 fundargerðir sem voru lagðar þarna og kynntar fyrir, við fórum svo sem ekki ítarlega ofan í allar en hún svona fór yfir það helsta og þetta bara greinilega mjög góð vettvangur fyrir stjórnendur á Vesturlandi til þess að vinna saman að málum ýmiss konar og í fjórða dagskrárlið var farið yfir stefnu í málefnum fatlaðra og þar kynnti félagsmálastjóri áform vinnu við sameiginlega stefnu í málefnum fatlaðs fólks á Vesturlandi og þetta kannski svona eitt
afsprengi þessara vinnu samráðshópsins sem að svona samræma ýmislegt sem kemur að þessum velferðarmálum og eitt af því að svona vinna að samræmingu á stefnum í málefnum fatlaðs fólks og velferðarnefnd samþykkti fyrir sitt leyti að það yrði unnið áfram að þessari stefnu og fól félagsmálaumboð til þess. Fimmti og síðasti liður á dagskránni var umræða félagslegt leiguhúsnæði, en það var farið í rauninni yfir það samtal sem hefur átt sér stað af hálfu sveitarstjóra við Brák húsnæðishúsis samstarf vegna eignarhalds og rekstrar á félagslegu leiguhúsnæði samstarfi í Borgarbyggð, og það í rauninni bara í samræmi þá stefnu sem við höfum samþykkt að vinna eftir varðandi félagslegt húsnæði í Borgarbyggð, og það var lögð fram drög að minnisblaði og auk þessara stefnu og yfirlit yfir félagslegt leiguhúsnæði, og velferðarnefnd samþykkti fyrir sitt leyti þær tillögur sem koma fram í minnisblaði félagsmálastjóra. En nefndin undirstrikar jafnframt mikilvægi þess að sveitarfélagið eigi í áframhaldandi samtali við þessu óhagnaðardrifnu leigufélag og náttúrulega leggur áherslu að það verði komið til móts við leigjendur og þeirra hagsmuna verði gætt. Þetta náttúrulega viðkvæmur hópur, en það alveg ljóst að með því að selja eða losa okkur við gamalt og lélegt húsnæði og fara í nýtt húsnæði, nýbyggingar, að það segir sig sjálft að leiguverð mun eðli málsins samkvæmt hækka við að fara úr gömlu í nýtt, og þannig að það má alveg gera ráð fyrir því að leiga muni eitthvað hækka, en við þurfum þá bara líka að geta fundið einhverja leigur til þess að koma til móts við þann hóp leigjenda sem þarf á því að halda, en þetta bara svo það sé sagt, þetta náttúrulega líka fjölbreyttur hópur, þetta ekki einsleitur hópur og aðstæður eru mjög misjafnar á milli fólks. En fleira var ekki gert á þessum fundi. Ég tek fús við spurningum. Takk. Takk fyrir þessa góðu yfirferð. Ég gef orðið laust fundargerð velferðarnefndar. Er einhver sem vill kveðja sér hljóðs? Svo ekki, þá telst hún framlögð og ég bið forseta að taka aftur við fundarstjórn. Takk fyrir það. Það forseti ætlar að óska eftir því að fá bæta inn með afbrigðum einni fundargerð sem láðist að setja inn. Það fundargerð fræðslunefndar frá fundi nefndarinnar sem var 19. febrúar. Er það ekki rétt muna hjá mér? Fundargerð sem var frá 19. febrúar og frá fundi fræðslunefndar, og þá myndi sú fundargerð koma undir dagskrárlið númer 30 og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að setja þessa fundargerð inn að gefa merki, og það samþykkt samhljóða. 29. liður á dagskrá fundargerð fjallskilanefndar Borgarbyggðar og fundi númer 36 með málsnúmeri 26.02.021F, og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Ég held að það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessari fundargerð, þá telst hún framlögð. Þá ætla ég að biðja varaforseta að taka aftur við fundarstjórn þar sem ég ætla að fara yfir fundargerð fræðslunefndar. Númer hvað þessi fundargerð? Þetta er dagskrárlið númer 30 og þetta 251. Fundargerð fræðslunefndar frá fundi númer 251 sem var í rauninni haldin rétt fyrir síðasta sveitarstjórnarfund en fór ekki þar undir og þess vegna hér. Og formaður var fjarverandi á þessum fundi, þannig að ég vil þá biðja varaformann nefndarinnar að fara yfir
fundagerðina. Guðveig Eyglóardóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Fyrsti liður á dagskrá þessa fundar var, það var farið sem sagt og kynnt fyrir fræðslunefnd skóladagatöl, leik- og grunnskóla fyrir árið 2026 til 2027. Þar var sem sagt, lagði fræðslunefnd til að 5 skipulagsdagar séu samrýndir á milli leik-, grunn- og listaskóla og unnið sé að skóladagatölum fyrir næstu 4 til 5 ár og einnig að 1 vetrarfrí verði í lok október fyrir grunnskóla. En það má kannski segja að það sköpuðust svona smá umræður í tengslu við þetta form á vetrarfrí. Það er eins og bara með allt annað í lífinu, sumum finnst það frábært og öðrum finnst hitt betra og það var svona verið að ræða hvort það mætti kannski gera einhverjar frekari kannanir á þessu til framtíðar, en þetta var allavega niðurstaða fræðslunefndar á þessum fundi. Dagskrárliður númer 2, útboð á skóla- og tómstundaakstri fyrir skóla árið 2026 til 2027 og það var kynnt drög að útboð á skólaakstri og sviðsstjóri fór yfir minnisblaðið og það var í rauninni bara lagt fram til kynningar og mun koma aftur inn. 3. dagskrárliður ósk breyting á upptökusvæði skóla og þar var lagt fram minnisblað sem erindi frá foreldrum. Það var sem sagt breytingu í tengslu við breytingu á upptökusvæði skóla og fræðslunefnd tók vel í erindi og vísaði því til umsagnar í skólaráði Grunnskóla Borgarfjarðar til frekari umræðu. 4. dagskrárliður ósk tómstundaakstur. Þar var farið yfir sem sagt erindi sem kom inn varðandi ósk tómstundaakstur og fræðslunefnd lagði til að erindi yrði ekki samþykkt að sinni með vísan í að ekki sé gert ráð fyrir viðbótarakstri í fjárhagsáætlun en málinu var aftur á móti vísað inn í vinnu hóps aukna þátttöku barna í íþróttum sem KPMG vinnur nú að með Borgarbyggð. 5. dagskrárliður, það var farið og rædd umræður samstarfssamning milli Borgarbyggðar og ÖMSB og þar voru umræður stöðuna innan fræðslunefndar sem í rauninni lýsir kannski bara áhyggjum á því að hvað það hefur tekið langan tíma að klára þennan samning og en vonandi mun það bara ganga vel og það hafa orðið fundir á milli aðila og en sem sagt hugur fræðslunefndar lítur aðalega á því að við náum að koma þeim fjármögnum og þeirri vinnu og stefnu sem hefur verið samþykkt af stað. Þannig að það fjármagn sem gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun nýtist íþróttahreyfingunni sem fyrst og best. 7. dagskrárliður umsókn auka skipulagsdag og það var beiðni Uglukletts viðbótar skipulagsdag og sem fræðslunefnd samþykkti og það var ekki fleira sem var gert á þessum fundi. Takk fyrir. Ég vil gefa orði laust. Sigrún Ólafsdóttir, við beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Mér langaði til þess að taka til máls undir lið 32 og málið 20509087 sem útboð á skólaakstri. Ég sat nú þennan fund sem varamaður eftir því sem ég man best og þar voru þessi útboðsmál rædd. Mér langar að ítreka það enn og aftur og vekja athygli á því að mér finnst þetta skipta geysilega miklu máli þegar við förum út í útboð á þessu öllu saman. Við búum í dreifbýlu sveitarfélagi með alls konar vegum
við getum alveg sagt það með hreinlega sanni. Það er mikið af malarvegum, holóttum vegum, einbreiðum brúm og bara öllu mögulegu. Og ég vil bara hvetja til þess að við gerð á útboðsgögnum og vinnu við það verði ekkert slegið af í öryggiskröfum. Mér finnst það skipta geysilega miklu máli. Það var aðeins verið að velta vöngum undir þessum lið varðandi fjórhjóladrifsbíla, hvernig dekkjabúnaður væri, öryggiskröfur og annað slíkt og ég held að við þurfum bara að passa vel upp á þetta og halda utan að þessum reglum sé öllum framfylgt og það sé svona heilbrigð skynsemi í þessu að ég hef aðeins átt samtal við þá sem hafa verið að bjóða í svona akstur bæði skólaakstur og svona aðra akstursþjónustu og það er svona í sumum útboðsgögnum gerðar miklar kröfur mengunarbúnað hjá bílum og þetta átti líka við í snjómokstursútboðum og bara öðrum útboðum þar sem að vélknúin ökutæki komu við sögu og þar er það oft á tíðum þannig að menn eru svona aðeins að fara fram úr sér í sambandi við mengunarkröfurnar og ég er ekki að gera lítið úr þeim en það kannski er alveg óþarfa við hér upp á Íslandi með hálf ónýta vegi sem endilega gera hæðstu kröfur þarna á sem gerir það að verkum að kannski þarf að sér innflytja þau ökutæki sem á að nota. Hvort sem að það eru snjóruðnistæki eða skólabílar eða hvað og ég held að bara miðað við það hvað við höfum brennt okkur á þessu að þá þurfi að halda þessu vel til haga. Því að við erum náttúrulega bara ekkert að keyra á venjulegum vegum með okkar framtíðar fólk. Þannig að ég vil bara ítreka þetta enn og aftur og skilaboð til ykkar sem eru inn í fræðslunefnd og bara okkar allra að halda vöku hvað þessi mál varðar. Takk. Já, fyrirgefðu, ég gleymi mig bara. Haltu hestana hérna. Ég ekki orðið laust og Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur, ég ætla bara að brýna það að ég hefði helst viljað sjá útboðsgögn klár til afgreiðslu hér á næsta fundi sveitarstjórnar. Það er bara tíminn er fljótur að líða og næsta sveitarstjórnarfundi verða komin miður apríl og til þess að verktakar geti verið klárir fyrir næsta haust þá má það ekki eiga sér stað útboðið seinna en þá. Bara fleira var það ekki. Takk. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Fyrsti varaforseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla að tjá mig hérna þessum lið 35, MSB samstarfssamningur. Því að þetta er svona mál sem að ég kom að hérna í gamla daga svolítið og svo var í forsvari fyrir MSB þegar gamli samningurinn var og var mjög ánægður með að sjá nýja samningin sem að var svona hafði tekið á því sem að hafði elst illa og það sem að var svona hafði þróast á slæman hátt og taldi að þetta myndi nú ganga mjög hratt fyrir sig að ná samningum um þetta en það er virðist vera einhverjir þröskuldar sem eru illfærir. Ég velti fyrir mér undanfarið hvað sveitarfélagið getur gert í því og velti fyrir mér hvort að því að oft er samningar viðræður getur fólk lent í einhverjum ágöngum og þá þurfa að brjóta þær upp. Og ég velti fyrir mér hvort að það væri rétt hjá sveitarfélaginu að fara fram á það við stjórn MSB að MSB tæki þennan samning nýja sem að sveitarfélagið og sveitarstjórn hefur í rauninni gefið grænt ljós á og leggja það fyrir sambandsþing MSB þar
aðildafélögin geta komið að því og tjá sig það hvort að þau séu sammála þessu samningi þó að samninganefndin sem slík sé hugsanlega ekki sammála. Áttið ykkur af því að UMSB er þannig uppbyggt sko, að þeir stjórn UMSB og má ekki að mínu viti samþykkja hennar samning fyrr en að þeir eru búin að leggja það fyrir ársfundin hjá sér. Þannig að öll aðildafélögin þurfa að koma að því. Og það er svona, ég velti því fyrir mig hvort þetta geti verið leið út úr þeim ógöngum sem þetta mál er í. Takk fyrir. Orðið er laust. Er fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Vilt þú kveða þér hljóðs? Já, og ég ekki að svara? Já, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Sigurður. Ég ætla bara kannski að varandi þennan dagskrárlið sem ræði, varandi þennan samningu UMSB. Ég hef nú svo sem trúið að hann sé bara kominn á ágætis rekspöl. Okkur hefur nú svona kannski miðað eitthvað áfram þá fundur í gær með fræðslunefnd varandi þetta málefni. Þannig að sjálfsögðu þá er þetta náttúrulega skiptir að höfumáli að þessi samningur nýtist aðildafélögunum sem best og samtali heldur bara áfram og það er bara á góðum nótum þannig að ég á ekkert vona öðru en að það komið sem best niðurstaða úr þessu fyrir aðildafélögin sem að þetta snýst náttúrulega á stórum hluta um. Þannig að takk. Orðið er laust. Mér heyrist ekki fleiri ætla að kveða sér hljóðs og þá telst þessi fundargerð framlögð og ég bið forseta að taka aftur fundarstjórn. Takk fyrir það, Eva Margrét. Þá er dagskrá hjá okkur í dag tæmd. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar málefnalegar umræður og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir sín störf og undirbúning og tæknimanninum okkar Eiríki Knáa sömuleiðis og segi þessum fundi slitið.